Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinu sem við tökum upp á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri. En næst ætlum við aðeins að ræða samstarf háskóla, nánar tiltekið Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands. Ég fengi til mig 2 viðmælendur og fulltrúa beggja skólana, en þau voru bara að skrifa undir samning og eru svona ægilega kátt mætt hérna. Mjög ánægð með þennan samning, mjög ánægðleg viðbót við hérna, þegar mikið samstarfsskólana. Já, þetta bara stór dagur, sko. Þetta þriðji samningurinn sem við undirritum á okkar sviðum. Já. Og við erum með samstarfssamning starfsendurhæfingu og svo þetta sem meistara- og diplómanám í fjölmiðla og boðskiptafræðum og svo erum við með það sem við kallum Nordic Master. Já. Og hvað máli skiptir það að eiga í samstarfi sem þessu að ykkar mati? Já, Ísland náttúrulega ekki stórt, þannig að það skiptir mjög miklu máli að við leggjum saman háskólarnir, sérstaklega opinberu háskólarnir, í að gera námsframboð eins gott eins og mannauðurinn sem við höfum býður upp á. Og það verða bara þannig að Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri hafa mismunandi styrkleika sem að við teljum að með þessu séum við að nýta eins vel eins og mögulegt er. Við vorum að hlæja því áðan að við viljum vera sjálfstæð en vinna saman. Já. Þannig að þetta ekki fyrsta skrefið að við saminumst. Nei, það talandi það er náttúrulega bara fyrsta skrefið í stóraukinni samvinnu. Það er nefnilega oft þegar að rætt háskólasamfélagið, einmitt búið að ræða mikið sameiningu háskóla og svo framvegis að reyna að einfalda verkferla og spara, náttúrulega. En þessi samvinna, getur hún verið frekar lykillinn að því sem að þið teljið að eigi að vera frekar en endilega sameiningar? Ég held að þetta sé mjög heppilegt skref. Eins og ég sagði áðan að þá eru háskólarnir á ólíkum sviðum með svona ólíkar nissur, getum við sagt. Með þessum hætti að þá nýtum við styrkleikana án þess að hvatarnir til þess að gera betur og vel á sínu sviði að þeir skerðist, sem nú kannski hætt alltaf í sameiningu að draga hlutina saman á eitt stað. Þannig að reynsla okkar af þessu samstarfi hingað til einhliða góð. Faglega eru niðurstöðurnar mjög jákvæðar. Og raunar það þannig að við undirritum líka viljayfirlýsingu aukið rannsóknarsamstarf á þessu sviði sem svona nýmæli í þessum samningum okkar. Og þetta sem við vorum að skrifa undir í dag, það mjög mikilvægt fyrir Háskólann á Akureyri finnst mér, að því að við höfum verið að bjóða upp á grunnnám í fjölmiðlafræði og síðan ekkert meir. Þannig að ef að fólk hefur viljað mennta sig eitthvað meira á því sviði þá er orðið að fara annað suður eða út. En núna skapast það tækifæri að vera áfram hér og taka meistaranámið eða diplómanám sem mér finnst mjög spennandi og inn í þessu líka lögð náttúrulega áhersla á auknar rannsóknir og ekki veitir af. Í hverju felst nákvæmlega samstarfið? Þannig að það er bara give and take, sko. Við sendum efni suður og þeir senda okkur efni norður og svo eru nemendurnir sem eru skráðir hér, þeir eru okkar nemendur, þeir sem eru skráðir fyrir sunnan eru nemendur HÍ. Þannig að við getum sagt að við með kannski takmarkaframboð, ekki fullt meistaraprógram og Háskólinn á Akureyri jafnframt með takmarkaframboð leggjum saman í eitt samfellt námsframboð. Nýtum það sem til af kursum í hvorum skóla til þess að þá bjóða eitthvað sem að raunverulega hefði ekki verið hægt að bjóða annars. Þannig að báðir skólarnir í rauninni geta boðið upp á betra nám fyrir nemendur sínar. Nákvæmlega. Já. Og það sem líka spennandi í þessu, það þetta diplómanám sem eru 30 einingar og það alveg svona kjörin vettvangur fyrir starfandi blaðamenn að taka þetta til viðbótar og til dæmis fyrir þig, Diana. Já, fara að dreifa mig í skóla. Já. Mér líður sér þurfa að læra eitthvað. Greinilega, nei. Þetta var ekki nýgakunni. En þetta samt í alvörunni, það var náttúrulega, ég man að því þú nefnir þetta, ég man að þegar ég var að fara í skóla og mér langaði að búa á Akureyri, það var bara búið að fara í kennarnám, hjúkrun, viðskiptafræði eða sjávarútvegsfræði. Þetta hlýtur að skipta máli upp á líka byggðir í landinu. Þetta gerir það. Og við erum hér á Akureyri með öflugt fjölmiðlasamfélag og sem við þurfum að styrkja. Þannig að þetta og þessi rannsóknarsamningu sem við vorum eða svona viljayfirlýsing, hún líka mjög mikilvæg fyrir allt fjölmiðlasamfélagið. Svo bara allt samfélagið í dag gegnsýst af fjölmiðlun, þannig að ég held að þetta nám nýtist á mjög mörgum sviðum og einmitt svona gagnlegt held ég fyrir þá sem að hafa bakgrunn hugsanlega einhverju öðru, vilja bæta við sig á þessu sviði, þetta nýtist öllum held ég og sérstaklega í hinum dreifðu byggðum. Ég myndi halda að það væri alveg sérstaklega áhugaverð viðbót við hugsanlega fólk sem þá með einhverja grunnmenntun í öðru fagi en vill þarna nýta sér, þessa þróun sem eiga sér stað og auki mikilvægi tenginga til dæmis í gegnum netið
kynna sér hvernig fjölmiðlun raunverulega fer fram á vinnur. Og fjölmiðlun ekkert alveg eins og hún var. Nei. En við viljum bara fá sem fleiri nemendur. Við erum að keyra þetta núna í fyrsta skipti og næsta haust vildum við sjá stærri hóp. Já, gætum tekið stærri hóp. Eigum þá ekki aðeins að auglýsa það? Hvað getur fólki Það getur skráð sig núna. Já, það er búið að opna sér til. Já, skrásetning alveg hreint í fullum gangi. Og að gera, ég þekki það nú ágætlega, maður brásar alltaf öðru hvað er í boði. Það er hægt að fara þá inn á heimasíðu beggja skólana, skoða námsleiðirnar. Já. Ekkert mál. Ekkert mál. Er nokkuð að óttast við þetta? Nei. Ég held ekki, samstarf er alltaf jákvætt. Og við fengum nú svona fallegan dag til þess að undirstrika það hvað þetta er jákvætt. Við erum komið sumar og þau í HÍ, við erum búin að bíða svolítið eftir því að undirrita þetta formlega, en dagurinn er í dag. Dagurinn í dag, bara til hamingju. Gaman að sjá þetta samstarf verða veruleika og ég vona að nemendur og bara fólk almennt nýti sér þetta. Já, takk fyrir. Bara kæra þakkir fyrir komuna og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.